Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrir umsjónamaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Leitin að peningunum heldur úti vefsíðunni leip.is, það leip.is. Þar eru myndböndum fjármál einstaklinga og ýmislegt fróðlegt sem ég hveti til að kynna þér. Mér langar að byrja þennan þátt á að biðla til hlustenda tvennt. Okkur langar endilega að komast í samband við einstakling eða par sem vill hitta okkur og taka fjármálin sín í gegn í þætti með okkur. Ef þú eða þið hafið áhuga, megið endilega hafa samband í einkaskilabóðum á Facebook síðunni Leitin að peningunum. Og hins vegar viljum við komast í samband við einstakling eða par sem hefur reynslu á því að fara í gegnum gjaldþrot og vill eða vilja ræða það. Ef þú eða þið hafið áhuga, megið þið endilega hafa samband í einkaskilabóðum á Facebook síðunni Leitin að peningunum. Eina krafan sem við gerum að fólk sé tilbúið að ræða þessi mál á opinskáan og hreinskilinn hátt. En þá að þætti dagsins. Viðmælandi minn í dag Haukur Hilmarsson, ráðgjafi í fjármálahegðun, kennari í fjármála meðferð við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands og ritstjóri og vefstjóri og eigandi vefsins skuldlaus.is. Velkomin Haukur og takk fyrir komuna. Já, takk. Gaman að þú skulir geta gefið tíma til að spjalla hérna við okkur. Þrátt fyrir alla þessa titla þá ertu að eigin sögn fáviti í fjármálum. Hvernig útskýrir það? Já, sko, hvernig útskýrir ég það? Þetta svona, ég verði eiginlega bara að segja sögu til að útskýra það. Já. Sko. Ég öll námskeið sem ég held til dæmis, þá byrja ég alltaf að segja bara fólki, þið þetta Haukur og ég fáviti í fjármálum, svolítið eins og í 12 spora samtökum. Einmitt, þetta minnir svolítið á það. Já. En og ég segi fólki einmitt líka í byrjun námskeið ef einhver komið til þess að taka Excel-skjalið sitt í gegn þá má hann bara standa upp og fara og þess að ekki fara að vinna í bókhald. Þetta er ekki einmitt. Og að vera fáviti í fjármálum raun og veru bara að ég let bara stjórnast af tilfinningum eða bara einhvern veginn svo ég muni bara alltaf læriði bara svona eitthvað svona einhverja leið þegar fjármál voru annars vegar bara veist að nota peninga, afla peninga eða þeim og eitthvað svona einhvern veginn bara svona autopilot og alltaf sífellt að komur í vandræði og svo ég komur úr vandræðum þannig að ég var komur í skuldir og vinnum út skuldum komur í skuldir og vinnum út og en á sama tíma og þetta hafði aðstæður til þess að sko gera miklu betur veist, afi minn var kaupmaður mamma vann í Landsbankanum í verðbréfadeildinni, pabbi minn var bókari, svo giftist þið viðskiptafræðingi. Þannig að leiðir til þess að gera góð fjármál bara mjög stutt fyrir mig. Sko. En ég bara, sem að brasa ekki orðbræði, bara fokkaði alltaf upp fjármálunum, bara eitt peningi vilsu. Og hérna... Hvers vegna var það? Hvernig skýrir þú það? Ég, svona eftir margra ára pælingar í þessari fjárhagslega hegðun, þá þetta svona autopilot, það kallað svona money script eða fjárhagslega svona hlutverk og svona á einhvern svona merkilegan hátt þá læri ég bara ákveðna hegðun í fjármálum. Hún virkar, en hún er ekki virkað á rétt, hún er ekki góð fjárhagslega. En svona fyrir mig sem persónu þá bara gengur hún. Þetta lætur þér líða vel, eða nógu vel allavega. Allavega nógu vel, sko. Og einhvern veginn bara sáttur einhvern veginn í þessari búblu minni hvernig sem hún en svo hún alltaf all ólík og ég svona það kom upp mig sko í janúar 2009 þá var svona kaflaskil í mínum fjárhagslega ferli þegar kona mín kaflaskil í lífi margra þegar það var svona svokallar hrun líka það var eftir hrun en ég veist ég var ágætisvinnu og tekjur og hérna en veist, ég var alltaf hef alltaf verið veist, bara svona dæmum hvað ég mikill vitleysingur í fjármálum veist, í staðin fyrir að bara fara að velja með pening þá fyrir ég með kreditkort til að geta keypt með meira drasli svo eins og margir aðrir sem að tengja við að vera að fá yttir fjármálum þannig fekk ég mér annað kreditkort til að borga kreditkortið og svo bara þurfti ég að taka vinnutörn og borga upp eða taka lán til að setja á ræðgreiðslur og alltaf að vinna mig út úr fjárhagslegum vandræðum sem ég kom mér í og ég kom mér eða þess að þegar ég kynntist konunni minni á fyrsta deiti þá er hverfandi líkur á einhver setjast niður og fara að ræða um þessi fá þetta fjármálum
það allt lítur bara vel út, það kemur mjög seint á stefnumóta seríunni. Og þannig að kona mín vissi ekki að ég væri bara með einhverju skuldir. Nei. Og að þegar við áttum aldrei þetta fjárhagslega samtal, þá bara faldi ég skuldirnar. Já. Og þú bókstaflega faldir? Bókstaflega faldir, já. Og við vorum með að kaupa bíl og við vorum að leigja og svo fórum við á kaffhús og bíó og allt og þetta var á yfirborðinu, svona bókald nummer 1. Svo var bókald nummer 2, það var vanskilin og skuldirnar, og ég meira að segja var farin að skjótast heim til að vera á undan koninu að nappa póstinum til að svona átti sig á það væri að koma bréf innheimtu bréf eða minna á ógreita reikninga og þannig þetta er svona þær ásetningur alveg forhertur ásetningur forhertur, já, en einhvern veginn að því ég hef alltaf verið svona þetta bara mitt líf er bara fjárhagslega óreiða þá er staðin fyrir að bara taka hennar fund með konunni og upplýsum óreiðuna, þá bara geymdi ég hana og það var bókald nummer 2, það var óreiðan og svo erum við, það sem ég kalla bókald nummer 3, þá ætti ég svona aukapenning, svarta tekjur úr vinnunni til að kaupa mér eitthvað dót til að svona vera góð við sjálfa mig og ef ég átti ekki aukapenning þá stundum bara hækkaði maður yfir drattinu eitthvað svoleiðis. En þannig í janúar 2009 þá hélt kona mín að ég skuldaði 50.000 á yfirdrætti en hún opnaði einkabankan fyrir einhverja sakir og sá að skuldin var eitthvað held ég í einkabankanum var það eitthvað 1 milljón sem tölur þar 50.000 og ég fekk þetta einstakar tækifæri að sofa í sófanum í nokkra daga og gera grein fyrir mínu máli og þá lendi ég í þessari klemmu maður þarf að velja að halda hjónabandinu og vera hreinskilinn eða gera þess að ég hef alltaf gerst bara flúið og þannig er ekki búið að flýja allt og ástangin til þess þannig að ég fór að senda bréfum allt og það fór alltaf tikkin fleiri skuldir 1 milljón sem ég er búin að gleyma ég skuldaði Sparisjóðsum og Skagafirði einmitt, er eitthvað tíma búið í Skagafirði? Nei, aldrei búið í Skagafirði en einhver litur vegna var ég með vísakort þaðan sem ég hafði bara maksað og svo bara hætt að borga því og þannig að þetta var orðnar nokkra milljónir og ég man eftir því að ég var í baráttu mér langaði bara að flýja ég var bara þetta er þetta fight or flight ég var ekki tilbúin í einhverja baráttu ég vildi bara hlaupa burtu og þarna komu erfiðleikarnir í fjármálunum mínum þannig þurfti ég að svona takast á við sjálfa mig og skömmin að þurfa að upplýsa ekki bara hver fjárhagslega staða er heldur bara hver ég raunverulega er hún var svo mikil og þetta var ótrúlega sárt tímabil ég trúi því og miklu leiti mjög erfitt en svona fjárhagslega séð sára einfalt bara búið til lista, ganga á skuldir vinna fyrir þeim, taka lán gera hreint fyrir sínum dyrum fjárhagslega var auðvelt en tilfinningarlega var hrikalega erfið og ég byrjaði að blogga ófarir mínar kallaði það skuldlaus.blog.is eða eitthvað, það var MBL blogginu sem þá var Sælla minninga, það er það til svona einhverju mynd og þar fór ég svona að skrifa niður svona aha-momentin mín þegar ég var að fatta eitthvað eins og til dæmis fór í DA-samtökin Debtors Anonymous sem hjálpaði mér svona að fóta mig í þessari baráttu við sjálfa mig og ég fór að skrifa þetta hvað er að vera síendurtekið að koma sér í fjárhagslegt óefni stofna til skulda bara til þess að vera góður sjálfan sig og eitthvað svona þannig að ég fór að blokka einmitt og það fjölgaði alltaf bara svona greinum sem ég skrifaði og áhugin bara óks ég var alltaf forvitnar þetta undarlega háttalega fólks í fjármálum og fólk fór að hafa samband og ég fór að lesa og þannig byrjaði boltinu raunverulega að vera að rúlla en ég held ég sé samt ennþá þessi fáviti og ég er bara mannlegur og ég man bara þegar ég misti foreldra mína og þá var bara mjög rík þörf á að nota fjármagn vitlaust bara til þess að
róa sjálf mig, þetta bara stjórntæki sko. Og þetta mjög merkilegt sko. Þannig að, og segðu mér aðeins meira frá þessum samtökum, Debtors Anonymous. Þetta við aldrei heyrtum. Nei, ok, þetta þessi 12 spora samtök, ekki dósu bara AA samtökum eða Al-Anon, þar sem að við erum að fara í gegnum ákveðna sjálfskoðun, í gegnum þessa sporalið, 12 sporaliðina. þar sem að við erum að viðurkenna vanmátt og síðan smátt rannsaka sjálf okkur og umhverju í kringum okkur og taka skref í að gera hreint fyrir okkur dyrum og þetta svona, við erum leidd í gegnum sporin og á ótrúlega skemmtilegan hátt og það og svona léttir á tilfinningarlega og síðan með vinnu fara fjármálin að snúast og þarna fær maður leiðsögn, fólk sem hefur staðið sömu sporum leiðir mann og hjálpa manni að svona og kannski að mikilvægast að þar er að geta tjáð sig stöðuna sína það er rosalegt tabú að vera fáviti í fjármálum að fólk er ekkert í fermingu við ætlum eitthvað að ræðum erfiða fjárhagsstöðu við ræðum hvað bankarnir eru glataðir og ríkisstjórnin og alls konar en við erum ekki að taka fólk á eitthvað djúpar samræður peningana Nei, alls akkurat. ekki þannig að þarna fær maður svona aðstæður og bara svona traustan hóp til að tjá sig sem er mikilvægt og eru þessi samtök ennþá starfandi í dag? Okay. Það eru og ég man nú ekki í slóðina þetta er á netinu þetta er ekki stór samtök en þau hjálpa mann að taka stór skref algjörlega og eins og þú lýsir þessu þú hefur allar bjargir í kringuði með bókhaldsþekkingu og peningaþekkingu og fjármálaþekkingu en það eru tilfinningarnar sem eru að þvælast fyrir þér þannig að það er skömmin bara og eiga foreldra sem eru aðalbókar hjá einhverju sveitafélagi og verðbréfa til Landsbankans og af einhverju kaupmaður og allt bara ég er ekkert að labba til þeirra að segja bara, heyrðu pabbi, ég er fávit í fjármálum, ég er alltaf að fokka allir upp og hvað getum við gert og þetta voru of stór skref fyrir mig að taka en það vandi kannski ekki bókhaldslegur þannig séð nei, hann var þetta er bara skortar á sjálfstrausti þetta er vani og vanþekking og þetta er svona blandast allt saman þannig að maður svona fer í svona autopilot bara. Heldur þetta sé einhvers konar fíkn eða eitthvað í þeim svona í þeirri kategóri? Það getur verið, við getum alveg pottið nota peninga sem fíknefni kaupfíkn er alveg gott dæmi þá erum við og ég held að flest okkar eru pínlitlir kaupfíklar við þekkjum það alveg að við eigum auka pening þá er geðvegt næs að fara og kaupa sér flott föt eða eitthvað græjur og eitthvað svona allir upplifa þetta kikk að kaupa eitthvað ótrúlega ég ætla ekki að segja allir þekkja margir þekkja þetta kikk að kaupa sér flottan farsíma og rafgreiðslum og vera komin í einhvern hóp fá rótvalda með nýjasta eitthvað síman þannig að þarna erum við að spila svolítið með tilfinningar þessi veluna tilfinning þannig að þetta getur verið fíkn þetta getur orðið vandamála að þurfa alltaf að finna þessa veluna tilfinningu og ég get ímyndað mér að það sé erfitt að sérstaklega erfitt að fást við þetta því svona þegar þú nálgast aðrar fíknir hvort þetta áfengisfíkn eða fíkn í einhver vímuefni þá er yfirleitt að fyrsta sem þú gerir er að taka fíknefnið út með öllu það er rosalega erfitt að lifa án peninga hvernig gerir maður þú veist, hvernig virkar þetta? Bara flytja í Heiðmörk með tjald og bara ber og það er mér þessi ekki búið ég held maður þessi reikin í burtu en leiðin sem ég fann er eins og í Debtors Anonymous að við förum að skoða litlu hlutina hversdagslegu hlutina og lausnin er eins og fyrir einstakling sem er mjög með hvað að segja, djúpa skamm eða ótta við að fá aðstoð hjá þeim ég fann þess að leið eins og í verkefnabókinu minni að við erum að skoða bara útgjöldin, byrjum bara þar og hvað er þetta að fara að gera á eftir og við skrifa bara í litla minnisbók allt sem gerir við peningana og þessi litlu hluti það er ekkert
erfitt að skrá hjá sér, ég keypti 3 pottur mjólk eða mitt, tóbak eða kaffi eða nammi og þetta er svona hversdagslega hlutir sem við byrjum bara á að rúlla með já, og það er svo merkilegt að því fleiri upplýsingar sem þú nærði í því nánari lýsingu ferði á fjármálin þín, þessi hversdagslega og þú getur byrjað að grípa síðan inn í og byrja að segra strax eins og að oft gert með þessar þegar ég var inn hjá félög þá var ég að leiðbeina ungum einstæðum mæðrum og þær voru að fara bara í 10 þegar það var svo stutt bónus í sveitafélaginu sem ég var það var svo langt í burtu og það þurfti að taka strætó og þetta var vesen þannig að þær fóru bara í 10 en þegar ég letar gera verðsamanburð að það veri 40 krónar verðmunur á einu mjólkupotti þá fóru það að sjá hvað getur það gert þannig að einhver sem bara á aldrei pening gæti hort á bókaldið sitt byrja að sjá ok, ef ég spara hér og hér og hér og hér þá er ég komið 500 kall sem er ekki mikið það er strætófarið og svo bætir þessu við að þú kannski bara hættir við að kaupa eitthvað nammi og gera það bara á laugardaginn í staðinn þá er ég komið annan 500 kall, eða 1000 kall ég hvet fólk aldrei til að hætta að reykja ég segi bara reykja aðra hverju sígarettu og þannig að þá er þetta komið 50% afslátt á tóbakinu þannig að allir litlu hlutinir þeir eru svo auðveldir að yfirstíga og maður getur alveg það er ekkert sárt að fara í smá rökraður hvar maður kaupir mjólkin eða nammið og eitthvað svona en svo kemur á móti þessi vani hvað maður vanur að gera þessi hlutverk, þetta autopilot og ég get alveg lýst fyrir nákvæmlega hvernig bónus lítur út þar sem ég veðsla og þegar ég skrifa innkaupalista þá er hann í röð eftir hvar varan er í búðinni og svo kaupir ég alltaf sömu vöruna aftur og það sem er svo merkilegt að með hann autopilot að við eins og þegar ég er að kenna fólki að eins og þegar lærir að hjóla fyrst er maður mjög vakandi af því að það er stór hættulegt að vera annars hugur á hjóli og maður er að ná tökum á því að hjóla og svo með tímanum þá verður maður alltaf betri og betri og svo eftir einhverja ár þá maður bara prjóna eða sleppa stýri og borða samloku og tala í síman ég sé fólk tala í síman á reiðhjóli þannig að undir með þetta sérum að hjóla og ég er að gera allt í og færum þetta bara inn í verslanirnar ef ég er alltaf að gera sama hlutin þá verður eitthvað ósýnilegt og það er verðið verður alltaf ósýnilegt á öllum námskeiðum mér þá kemur alltaf spurning hvað kostar mjólkin það er alveg bara kannski 10% eða nærði sem er með verðir restin er bara frá 100 upp í 250 alltaf sumir hafa ekki hugmynd og svo sem svona þótti svona kannski til mark sem fyrru hérna einhvern tíma þegar stjórnmálamenn voru spurði hvað kostar mjólk og þeir vissu það ekki og það var fyrirsögn núna veit enginn hvað mjólkin kostar nei. Af því að þetta er orðið autopilot og svo kemur maður kannski bara út úr búðinni og sér heildarverðið og bara vá hvað matakarnur er dýr en þannig er stjórnin okkar og það er sem ég er að bjóða fólki það er að skoða útgjöldin og hagræða þar og gera breytingar Hvenær byrjaðir að hjálpa fólki? Hvenær varstu komin á þann stað að þú varst hættur að vinna bara í sjálfum þér og gast farið að hjálpa öðrum að vinna í sjálfum sér? Ég held ég fór í félagsráðgjafarnámið 2010 og kláraði það 2013 þá og meðan ég var í námið þá var ég í sumarstarfi hjá félagsþjónustunni og þá var ég að taka fólk í svona leiðsögn og fyrst var þetta bara A4 bara spurningablað svo var ég bara að leiðbeina fólki svona mínileiðina að skoða útgjöldin og síðan að fara að taka stærri skrefi að skoða skuldir og vanskil og annað og alltaf ekki byrjaði nefni 2011 þegar ég var í sumarvinnu að ég var búin að vera þarna síðan 2009 að stúdera þetta svolítið vel þannig að ég átti auðvelt með og að vera fjármálalega fáviti það þýðir raun og veru ég er glataður í
fjármálunum en ég er góður með fólk. Já. Þannig að ég var snöggur að lesa fólk og áttam á og þú ert svona típa í fjármálum og þá förum við þessa leið. Þannig að þarna fór ég að nýta þetta. Þannig að það er ekki bara ein lausn fyrir alla, þetta sérsniðna lausnir. Sko, ég segi alltaf... Er svona erkitýpur? Ertu búin að greina ákveðna erkitýpur? Já, ekki ég, sko, það voru Feðgar, Brad og Ted Klontz eru sálfræðingar og svona fjármálaráðgjafar í Bandaríkjunum. Það hafa gefið út marga bætur og Rick Cole er vinur minn. Þeir hafa gefið út mikið efni og rannsakað þetta mjög mikið og ég er náttúrulega bara latur og tek bara þeirra efni. En þar eru típurnar, þetta money script. Við erum að fara í 2 áttir. Við annarkvort löðumst að fjármálum, svona lofgjörð eða worship eins og þeir kalla það. Og þá erum við svolítið að hugsa, sko, peningar eru hérna, veist, svona riddarinn í hvítaðistunum er að koma að bjarga mér og þegar pening það eyði honum í eitthvað flott og veist, svona verðluna hugafar. Okay. Svo erum við með, sko, að forðast fjármálin og þá eru peningar illir og slæmir og við erum hrædd við peninga eins og ég er miklu meira sú típa að ég frekar ég gef ekki nógu háa reikninga frekar svona under earner eða tekju skortari. Já. Og þannig að ég er hræddur við peninga, finnst þér hættulegir og óþægilegir, ég er svona hefur svo skamm og þetta er þessar 2 leiðir og svo eru svona undir eins og til dæmis að vera að forðast peninga, það er að vera að skorta sem peninga, að vera með söfnunar svona hérna þessi skortari er svolítið svona eins og hérna já, maður bara forðast peninga og með öllum leiðum eiginlega. Gerir hvað maður getur til að losna við þá? Í raun og veru. Og maður bara neytar sér peninga og neytar sér aðstoð og svolítið svona píslarvætti. En þessa típur er ekki ljósar nema við séum í ójafnvægi. Ég finn alveg sjálfum mér að þegar ég er í jafnvægi þá finn ég ekkert fyrir þessu. Tilfinningarlegu jafnvægi þá? Okay. Þá hef ég alveg sjálfstress í að taka góðar ákvarðanir í fjármálum og alls konar svoleiðis, en svo þegar ég er í ójafnvægi þá er ég líklegri til þess að taka þessi autopilot, hann verður sýnilega þarna, sko. Og það er einmitt, þarf ekki mikið til, ég getur bara songur. Við möll fara sveng út í búð. Já, ég getur með áhyggjur, ég þori ekki að borga reikninga því þá er ég hræddur að ég eigi ekki til pening fyrir mat seinna í mánuðinum. Já, ok. Meðan að hinn típan, þessi lofgerða típa, hún hugsa bara að borgum þetta allt saman hitt, við reddast. Og peningar koma. Ég er ekki þar. Og ég og konan mín erum alveg svart og hvít þarna sem betur fyrir. Okay. Þannig að við vegum hvort annað við. En þarna er einmitt hægt að sjá þessa típur. Og það er einmitt, við erum kaupfíklar, spilafíklar, áhættu hegðun, eins og til dæmis að hérna kaupa sér eitthvað af því að ég veit að ég er að fá barnabætur bráðum en það er ekkert öryggi. Nei. Það er ekki komnar. Nei. Þetta er bara svo getur vel verið að svo kemur skatturinn og tekur eitthvað eða barnabætunar er ekki eins háar eftir vona og óvissan bætist hún á þetta. Já, þannig að það er svona við förum í 2 áttir algjörlega. Þannig þessar erkitýpur, já, það eru skortarar og það er að vera í algjör afneitun bara það er fólk sem bara, það sér ekki fjármál þá bara maka eða foreldra eða vini sem bara sjá þau fyrir þau. Akkurat. Eða bara ráðgjafi hjá sveitafélaginu og heimabankakvíði og allt þetta. Já. Og já, margar góðar skemmtilega sögur að þú talar heimabankakvíða. Þá var ég að segja eina skemmtilega sögu af manni sem var að hjálpa fyrir mörgum árum. Að hann var svo hræddur við peninga og svo hræddur við að nota peninga en hver mánaðamót þá fór hann í heimabankan sinn til að borga reikninga en hann vaknaði undan konunni sinni og fór með fartölvun inn í eldhús og hann lokaði hundin inn í þvottahúsi svo hundurinn var ekki að horfa á hann svo opnaði hann heimabankan hakaði við allt, ítt og greiða og lokaði og ég spurði hann, hvað varst að borga? Bara allt. Já. Þú vissi aldrei hvað það var. Nei, og ég svo hvað? Bara, húsið og bílinn og magn
varst að borga leikskólan hérna ágrannunum? Nei, örugglega ekki. En ef það hefði verið inni, hefði verið séð það? Já. Nei. Og við ákveðum að fara að vinna saman og þá fór ég með þess að horfa á litlu hlutina og ég sagði að hann ringdi í mig á morgun og hann ringdi í mig og ég sagði, heyrðu, opnaði heimabankan og hann, og veistu, gegnum símann sagði, ég er búin að opna heimabankan, ok, gott, loka á honum, svo ringdi ég mig aftur á morgun svo ringdi hann um í daginn eftir og ég sagði, opnaði heimabankan, ok, sagði hann og fór ég gerði eitthvað, svo ég er búin að opna ok, loka á honum og gerði nokkra dag og svo segði við hann opnaði heimbankan og hver staðan og hann segði mér frá því, ok, loka á honum svo einn daginn þá ringir hann í mig og segir ég var að opna heimbankan áðan og það er svona þetta að setja í greiðslur til hamingjur þó að skoða heimbankan og þá var hann í raun og veru bara búin að ná yfirstíga hann ótta við heimbankan með mér að hann var bara að opna og svo var hann bara fannst hann að vera hundlegilegt það er alltaf að opna heimabank og loka hann aftur þannig að hann fór bara að vinna sér í hæginn og vera bara undan mér og þá vissi ég, ok, við erum á réttri leið og þá þurftir ekki að hringja aftur. Nei, við heldum svo áfram að við þurftum að vinna í þessum ótta við fjármálin en þarna var fyrsta skrefið komið og það er svo oft fyrir fólk fyrsta skrefið er einmitt bara að þora horfa á peningana hvað er þetta, hvað er ég að gera hvert fara peningarnir og svo kemur þetta kollega, nú veit ég hvert allir peningarnir fara nú ætla ég að stjórnaði hvert það er fara og þá fyrir ég að hætta fyrir tíallu og fara í ódýrari verslun í staðinn og fyrir að breyta mataræðinu og alls konar svona svo fyrir við að hafa áhrif á meira fyrir við að skoða skuldir getum við borgað eitthvað aukalega og fyrir að horfa á hvað skuldum við og hvað er hættulegt hvað ætlum við að semjum þannig að skrefin verða alltaf stærri en við byrjum alltaf bara eins smátt og við getum sko. Og það er alltaf ráðleggingin sem ég gef fólki það er bara að byrja smátt komast yfir óttan og byrja smátt og við erum alltaf að reyna og við erum bara hérna komin út við vegg og svakalega hrætt og eitthvað skömm og eitthvað og þá erum við bara svona þá bara göngum við á langt innendur stofnur hringir og ég segi bara já ég skal borga 50 skall á mánuði en ég er ekki eins og bara gá hvort ég get og svo get ég það ekki og þá er ég að svíkja samningin sem ég gerði það er erfitt og þá getur ég tekið ákvörðun um að halda samningin en þá fyrir ég að taka eitthvað frá mér í staðinn kannski ég fyrir bara að hætta að borða eins mikið eða ég fyrir bara að hætta að nota bílinn minn eða ég fyrir bara að skorta lífsgæði reykja þriðju hverju sígarettu þannig að maður fer að gera skrýtna hluti þannig að í staðinn fyrir að bara að svona taka þér rólega og vanda sig ég man eftir því eitt skipti þegar að ég var að vinna í mínum málum það var held ég veit ekki hvort það spari sér skafið þau voru að Andoni hálsmála á mér og ég var eitthvað skítrættur og ég hringi sponsorinn minn í DA og hann segir heyrðu, sendu hann bara bréf og segðu þú þurfir 3 mánuði í frystingu, bara frest hún sér komið fjármálaráðgjafa og þú þurfir að endurskoða fjármálinu þín og þú viljið fá 3 mánuða frest og ég bara, og ég sendi hann þetta og ég segi, sendu þetta og ég mani satt bara í vinnunni bara í marga, ég veit ekki upplifinu var margir klukktímar og ég ítt að send og mér leiði eins og hann hafi verið að bíða eftir mér því hann svaraði strax og bara, ekki séns, þú færð mánuð og ég bara, oh my god heil lengi að hringi vinn minn aftur og tilgjur honum þessar sorgarfréttir ég fekk bara mánuð og þá sagði hann, já flott, ég held að myndi fá viku en þá var hann að kenna mér að hafa samband ekki stinga hausnum í sandinn og byggjum eitthvað óraunhæft til þess að fá eitthvað raunhæft þetta er bara eins og að kaupa persnest tepp einhverstaðar í útlöndum og maður er að prúta en ég er að prúta mitt líf sko. þannig að mér fannst þetta mjög óþægilegt þá en þetta er skemmtileg saga í dag að þetta er í bókinu minni einmitt, þar er ég svona með samningatæknina að reyna að prúta í nettstofnum byggður 30.000 ég sé ég get borga 10 ég á kannski 20 skall sem ég get gefið þeim en þá segja þeim aldrei á 20 og get kannski farið í 30 segja ég á bara 10 af því að svo bara tegjur þig í 8 af 20 og þú ert heppin og segja bara já borgaði 10
en ef ég er óheppinn þá þarf ég að borga 20.000 kall. Þannig að en allt þetta er náttúrulega ógerlegt ef maður er ennþá hræddur. Það er svolítið svona bottom line og þar er mitt alltaf litlu hlutinir sko, að byrja einhvers staðar og hafa, ég held að það sé mikilvægt að hafa stuðning, einhvern sponsor eða vin eða maki, ráðgjafi, einhver sem að svona speglar, við kallum þetta að svona check-in, check-out sem maður hefur oft notað, svona trikk sem ég lærði mitt í Doctors Anonymous, að ég er kannski að fara í bankan að semja og þá ringi ég þig og segi ég er að fara í bankan að semja vísakortum mitt og ég er gjörsamlega að bara, ég með niðurgangi svo stressa og þú bara, já ok, hvað ætlar að segja og ég segi bara einhverja rullu, ég ætla að segja þetta og svo bara leggja á, fer í bankan, gera það sem ég get og þegar ég kom út aftur og ringi tilbaka segir ég ringdi og þá svaraði hann hvort ég brjálæði ætla að kveiki í bankanum eða þetta gekk betur en ég held en ég er samt að fá að tala tilfinningarna mína og það er mikilvægt ég átt svona mömmu, ég gæti ekki tala við hann tilfinningar, hún fór alltaf í einhvern svona björgun og setjabúning, bakaði vöflur og borgaði alla reikningarna mína þannig að ég fekk aldrei tækifæri til þess að bara segja mér líður ekki vel, ég er að ströggla og ég ætla að takast á við þetta. Það var bara einhver sem kom og kippti þér út. Hún bara kippti þér út og sjálfsagt er það bara hluta þessari típu sem ég er það er alltaf einhver sem bjargaði mér að staðan fyrir að standa eigin fótum og bara læra það, þá var alltaf einhver sem svona, þegar ég brann inni þá kom einhver og bjargaði mér eða ég fann auka vinnu og bjargaði mér en það er mikilvægt svona við þurfum stuðning, það er bara að glata og á ekki að vera að maður sé einn í fjármálunum sínum, bara alls ekki og þess vegna finnst mér til dæmis þættinir ykkar, þeir eru brilljant takk fyrir það, af því að við getum setið og hlustað á reynslu annara og þó við tengjum ekki beint þá erum við að heyra svo margt og upplifa, maður er ekki og það er einmitt, maður áttar sig ekki alltaf á því sko, hvað það að opna umræðu raunverulega þýðir en maður hefur bara heyrt út undan sér í bæði tengslum við þetta og svo líka bara í tengslum við sko, hluti sem að er blessunlega búið að opna umræðan upp á gátt með sem er svo sko, geðsjúkdómar og geðlíf og svoleiðis, það að fólk sé að tala það á svona opinskánhátt og sérstaklega fólk sem fólk kannski lítur upp til það hefur bara og maður hefur bara svona raunveruleg dæmi það hafi haft áhrif á fólk og það er svo ánægulegt að heyra það og bara, og bara mikilvægt og það er vakning Já, er það ekki? Ég þykist heyra það líka en ég kannski er að hlusta dálítið eftir því en hvernig? Sko, ég man eftir því sko þegar ég var að vinna hjá Féló og þá, ég man alveg hvernig fólk tók því þegar ég sagði að við þurfum bara að taka fjármáliðinu í gegn og svo er ég svona að reyna að ýta við þeim það tók því ekki vel af því að þetta er svo mikil ég veit ekki, ég er náttúrulega vanur að vinna með fólk í fjárhagserfiðleikum, ég er minnst að vinna með fólk sem er þarna í veluna og þó, og það er náttúrulega bara aðrið sem birtingamind en þar er fólk hugsanlega bara að skuldsetja sig í einhverjum svona gróða eða veluna feeling og svo klúðrast það allt saman og það er til dæmis þessi smálán þau eru hræðileg og svona Netgyro og þessi fyrirtæki þau eru náttúrulega, ef við notum rétt þá er þetta frábært en þetta er fyrir fólk sem er í ójafnvægi og er erfiða í fjármálum þá er þetta algjört eitur en fyrir fólki í jafnvægi þá náttúrulega virkar þetta og fullt af fólki örgulega sem nýtir sér þetta rétt en eins og ég og kreditkort hefum engan veg saman sko. Ég klúðra því alltaf sko. Ertu ekki með kreditkort í dag? Nei, hefur gerðið mörg ár konan er með kreditkort hún bara ræður við það en ef ég fengi kreditkort þá er ég bara örgulega að skúta í garðinum hjá mér sko. það er alveg glataðar sko. Þannig að jafnvel þótt þú hafir alla þessa einsýn bæði sjálfaði og alla þessa þekkingu þá ertu samt sko, þú ert meðvitaður það að þetta var eitthvað sem þú getur ekki handlað og ég er raun og veru bara í staðan fyrir að reyna að vera eitthvað annar en ég er þá og það er bara svona með árónum
að sætta mig við að ég bara svo lítið vilsingur í fjármálum og sumt ræði öðlega við og annað bara alls ekki. Og það svona uppgötunum sem þú gerir þarna í janúar 2009. Já, það í kjölfarið af því sko, og einhvern veginn og þar áttaði ég mig á því að það er ekki bókhaldið sem er að stýra fjármálunum, heldur þessi skömm og þessi ótti og þessi bara hræðsla við að tala fjármál almennt og ég finn alveg ennþá, það er ekkert langt síðan að við hjónir vorum bara enn einu svona krossgötum þar sem að ég er bara eitthvað stíplaðar og ég verð bara að sætta mig við það og læra að nota bara einhver verkfæri í staðinn og þá var það annarkvort bara einhver sem gerir þetta fyrir mig að ég hef bara raunveruleg verkfæri bara eitthvað greiðsluþjónustu í banka til dæmis. Þannig að þetta er ekki innan gæsalappa eitthvað sem maður svona læknast af, heldur bara lærir að lifa með? Og mögulega, það bara nær maður upp einhverjum nýjum hefðum og ný viðbrögð erfiðum aðstæðum og það maður bara lifir og lærir en ég held að fyrst verður maður átt sá að sumt manni bara ofið það og það ég man bara það var alltaf þessi ímynda fjármál er bara barnaleikur þetta er bara að reikna og annarkvæmst áttu peninga ekki annarkvæmst er bara með ómikið útgjöldum eða nægar tekjur en svona á yfirborðinu þá lítur það kannski það lítur þannig út og þannig einhvern veginn vaknar mín skömm svolítið að þegar ég er ekki að ná endum saman þá er ég ekkert að stökk og fæta þess að heyrðu, ég næ ekki endum saman ég er bara svona, oh my god ég verð að bjarga þessu og fel þetta og fer einhverja vittlsu að hækka yfirdráttinn eða finna einhverja leiðir og svo annarkvæmst jafnar þetta sig eða það vesnar og náttúrulega hræðilegt að það vesnar en það er þessi ótti við bara að tala um þetta hann er alveg bara merkilega hann er alveg segur í mér þessi ótti en hann er þú þó á þeim stað að þú svona í rauninni kennir þetta einhver marki hvernig er ekki bara hægt að segja ég sé að kenna fólki bara að gera ekki vitlaust sem því ég er að gera og ég sýni þeim verkfæri sem ég fengi að nota og læra og kennir því að hjálpa öðru fólki og félagsráðgjafadeildin einmitt þá verðum við að nota bókina samhliða því að ég er að kenna fólki þessar típur í fjármálum að ráðgjafinn geti sest niður með einstaklingi og 10 mínútur seinna er hann búin að átta hvernig típa þetta er og þá erum við komið með rétt verkfæri í hvernig lögum við fjármálin af því að sá sem er svona hefur dálæta peningum hann er líklegri til að þvora að fara bara beint í að gera einhverjar skuldbreytingar og lagfæringar meðan sá sem óttast peninga það er ekki hægt að tala um skuldir þá bara út úr gluggan hleypur í burtu og við tala aldrei um það aftur þannig að maður þarf átt að sá hvaðan kemur fjárhagserfiðleikarnir eða ójafnvægið og hvernig stillum við okkur af Svo ég velti líka fyrir mér hvort að þetta einhverju marki ráðist af því bara í hvaða fjárhagslegu stöðum maður er algjörlega að þegar þú ert slipur og snauður og átt ekki neitt þá ertu ekki að kynna þér þessa hluti og þá er þetta ekki eitthvað sem þú álítur mikilvægt en svo þegar aðstæðina breytast og batna vonandi þá er þetta eitthvað sem þú kynnið þér meira er það eitthvað sem þú rekur þig á eða sérð ég veit ekki alveg ég hef verið að hjálpa einstaklingum sem hafa verið á fjárhagsást og sveitufélaga og bara eiga ekkert og eru bara eru algjörlega háð aðstoð bara sveitafélags og ættingja en ég hef líka verið að aðstoða einstakling sem að myndi teljast útrásavíkingur en hann náði því samt ekki endum saman hann var kominn bara í einhver svona hann notaði smálánafyrirtækin bara big time í 3. viku af því að hann bara eittum efni fram bara fyrstu 3 vikuna var bara partí og svo bara tók hann lán eða gerði eitthvað vitleysu síðustu vikunar og það var bara þessi hegðun og það er magnað og alveg eins og bara maður fer í gegnum svona þetta hegðuna ferli og maður fer útborgað og þá fer maður bara á Kentucky og bara lifi góða lífi og svo kemur normal líf sem er samt svona svolítið hárstandard
og svo síðustu vikuna þá er bara núðlur eða vísakortið og eitthvað svona, þannig að það er ekki jafnvægi. Það er mér svo áhugavert að heyra þetta og ég sé þetta heilmikið, en ég er sko bara að því maður tala út frá sjálfum sér, ég er bara þveröfugt við þetta. Mín útgjöld eru bara fasti yfir mánuðin. Algjörlega óháð í hversu sko hver staðan á bankareiknum er, þetta er bara í svona einhverju flútti hjá mér. Svo einmitt, fólki lærir þessa hegðun að lifa grand fyrstu 2 vikurnar og síðan í skortin í síðustu viku. Eitt dæmi var konu sem að ég var aðstoð í leddana, fórum í svona umslagakerfi að taka bara alla ráðstöðuna féð bara í 4 umslög. Ég man ekki að það var ekkert rosalega mikið í hvert umslag á henni, en það duði fyrir mat og bensíni og allt þetta og svo brotnar hún umslag 1 fyrir viku 1 og svo viku 2 og svo kvöldakalli og hún hafði verið erfiðleikum bara aldrei náðendur saman. Mammina var alltaf að bjarga henni, borga skólamat og alls konar og bensín á bílinn og mat í ískapinn í síðustu vikunni í mánuðinu. Þannig að hún var alltaf háð mömmu sinni þarna síðustu vikuna. En þarna var með umslagkerfið og ég man og hringdi í mig í síðustu vikunni og hún sagði ég búið með peningin og ég sagði ok, en það er alltaf leið, það er matur í ískapnum, hann dugar út mánuðin og það er bensín á bílnum og ég fer bara að valega með það. Og svo hringdi hún í mig eftir þessi mánaðamót og sagði að þetta er þessi fyrsta skipti sem ég ger þetta, ég þurfti ekki hjálp frá mömmu. En svo þetta er fyrsta skipti sem hann dóttir mig fættist sem að ég hef ekki þurft að reiða mig á mömmu. Ég sagði já, svo einhvern tímann áttaði að maður að dóttirinn var held í 11 ára eitthvað svolítið. Vá. Hún var búin að vera í þessi mörg ár, en þarna bara við hann eina hlut að jafna útgjöldin yfir mánuðin, það breytist allt. Hvernig leið henni? Veistu, lýstu þú því fyrir þér? Hvernig tilfinning þetta var? Hún var bara mjög þakklátt. Ég man að henni fannst þetta glatað að því að hún gæti ekki fara á Kentucky eins og á vöðun. Ég man ekki hvað af einhverjir alls ekki nálægt 10 og skallega að fara með alla fjölskyldunum og svona skyndibitastað. En hún lét sig hafa það og hún var svona náttúrulega kannski í vörn, myndi ég segja. Við kunum ráðgjafa félagsþjónustunni sem að taka yfir fjármálinn hjá henni. Erfiðan hauk hérna? Já, nákvæmlega. Engin haukur í horni. Bara haukur í andlitinu. Já, nákvæmlega. En svo eitt, bara að þegar hún sá, þetta gerðist svo hratt. Að hún var bara að skipuleika. Hún bara bjóð til innkaupalista og matseðil fyrir vikuna og bara við fundum út hvernig við letum peningin duga. Og á 3. viku hún var farin eitthvað að stelast í næsta umslag þannig að hún kláraði peningin en hún fór samt ekki í þrot. Já, af því það dugði. Já, af því að hún var búin, af því að hún eyddi ekki of fyrstu 2 vikunar. Þá, og svo bara liðu 2-3 mánuðir sem hún var að endurtaka þetta aftur og aftur og þá kemst nýtt jafnvægi á. Og það er svona eitt af þessum hlutum að nota umslagkerfið og matseðil fyrir vikuna. Já, það er nefnilega málið, þetta er skipulag. Já, fræg auglýsing í útvarpinu, erfiðasta spurning dagsins. Já. Og það fólkastandinn og miðjugólfi einhverjum stórmarkað að spyrja hvað ég hafi í matinn. Og það bætir hún að það vart svangur þreyttur þá lendir hann alltaf bara í. Það kaupir þú dýrar en þú ætlar. Já, algjörlega. Þannig að ef það var með matseðil fyrir vikuna þá getur ég farið einu sinni skipulagt, jafnvel haft við höfum stundum, það hafa verið svona afgangadagar þegar við erum með svona gott kerfi á þessu. Og þannig að þá er maturinn allir að nýtast. Eitt verkefni í verkefnabókinni það er skoðaði ruslið. Hvað þetta henda miklu? Já. Og það kom mér óvart að hvað það er sem maður er að henda. Að því að maður tekur ekkert endilega eftir því fyrir maður fyrir að skoða það. En þetta var brauð, bananar og alls konar svona ávextir sem við erum ekki vön að borða og þetta er náttúrulega yfir árið getur verið bara umtalsverðar upp. Og ég hinn hatturinn minn er það ég starfa fyrir Sorpu þannig að við sjáum þetta allt saman koma í hinum endanum en þarna fer saman að það að ná tökum á fjármálunum og
það að styðja við umhverfið, Já, það þetta fer svo mikið helst saman. alveg í hendur. Að því sóun er það versta sem við gerum, bæði fjárhagslega og líka bara fyrir jörðin okkar. Ég held að sko besta, svona mín pæling, að besta umhverfisvernd sem við getum farið út í, það er raunverulega bara skoða útgjöldin og þú, hvað erum við að gera við peninga og hvað er góð nýtni og hvað er sóun. Því að ég man bara þegar ég var að taka til í bílskúrnum einhvern tímann og þurfti að fara 2 ferðir. Ég fór fyrstu ferð bara að leið og opnaði, þá var gámurinn tómur í Sorpu. Já. Svo fór ég 3 tíma seinna og þá var hann fullur. Já. Og alls konar svona nýtilegi hlutir og mér fannst þetta svo sárt að hérna einmitt þarna að ég veit það ekki, getur að veri er þetta stolt, þú veist, að eiga heilan síma og í skúffu að því að komið nýjan. Ég verið aðstofa að krakka sem eiga 3 raðgreiðslu samninga, 2 símar heilir og í skúffu, en þau eru komið 3. síman á raðgreiðslu, ekki búin að klára fyrsta, að þau eru svona haldi í við tískuna. Það er rosalegt. Og sem er stór hættulegt, sko. En þannig mitt, það er þetta að selja gamla síman, eða bara hreinlega notan, gefa bara skíti á annara. Betra, notan, halda frá notan. Ég er með bara takka síman. Já, ég mynd rækja auðvitað í það er mjög vel gert það. En að því að, sko, þetta er svona pælingin, hvert sendi ég peningana mína? Hvað eru peningarnir að gera fyrir mig? Og þarna kemur það einmitt, sko, og þetta er lína sem er, hún er hljómar eins og einhver frasi, hún er sönn, sko, úrgangur eru bara verðmæti á villingotum, af því allt sem þú hendir er eitthvað sem einhver tíma framleiti og eitthvað sem einhver tíma ætlaði til að þið nota nema, kannski, þú veist, hýðið utan að kartöflu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að já, og bara þessi merkilega nýtni, ég veit, smíðakennari og er að kenna krökkum í grunnskóla að endur hanna og þetta er ekki, við kallum þetta ekki nýsköpun, heldur sísköpun. Það er geðveikt. Að taka eitthvað sem er bara eitthvað, hvað sem er, bara að breyta því og taka einhverja spýtur sem finnir út í garði og smíða eitthvað úr þeim eða lampa eða bara hvað sem er og og endurnýta. Já, það er nefnilega svo mikilvægt. Og það er einmitt líka bara, ég veit ekki hvernig fólk tekur í það, en svona þess að heima gerðu gjafir og jólagjafir og bara gera fyrir sjálfan sig. Ekki vera að kaupa eitthvað dýrundómum, heldur bara að vera með svona sína eigið design. Það er svona þetta neyslu hamstrahjól sem að svo margir vilja komast af. Mér langar að komast tilbaka að þessu umslaga kerfi sem þú talaðir. Já. Að því þú segir, sko, að þessi kona, hún leitaði alltaf á náðir ættingja og móður sinnar til að hjálpa sér í gegnum síðustu vikuna. Já. Sko, móðurinnar, hún vill henni gengur gott eitt til, en hún er að viðhalda einhverju vítaring. Já, í raun og veru. Þetta er náttúrulega, ég veit náttúrulega get ekki alhæft þessa konu eða móður hennar, en það er dæmi að það er til svona, það er þessar típur að vera sá sem er upp á aðra komin og svo sá sem er að aðstofa. Og ég kalli þetta ömmu-syndrom, að vera alltaf aðstoða og hjálpa. Maður vill vel, en það er raunverulega skaða. Og þá er það svona að þá sér það að peningar eru svona ákveðið afl, þú ert að gefa eða þú ert að viðhalda einhverju, þannig að þú ert svona að tjá tilfinningar með fjármagn. Væntumhyggjan eru alltaf orðin bara fjármagn. Og þetta getur einmitt orðið skaðandi vítaringu líka. Í staðan fyrir allir aðalega getur bara sess niður og bara búið til plan. Og allt í lagi að gefa fólki, sko, gefa vinum og ættum peninga ef þannig ber undir, en ekki undir kannski akkurat þessum formerkjum. Nei, og sérstaklega ekki þarna ef þetta hefur staðið yfir í svona mörg ár. 11 ár, eins og segir. Þá er þetta orðið svona hættulegt, sko. Og það er eins og kannski upplifir mamman hún aldrei flutta heimann, hún er alltaf haldin uppi. En það eru svo marga, við getum farið svo marga leiðir með þessa hegðun, fjárhagslega hegðun. Ég segi alltaf að fjármálin fjárhagslega hegðun er bara eins og
fingraför, það er engin eins það er engin nákvæmlega eins þannig að einmitt verkefnabókin mín það var svolítið challenge að skrifa bók fyrir alla Já, ég get trúa því og ég ákvað að taka hana pól að vera bara með bók sem bara svona einmitt, við vinnum í gegnum útgjöldin svo fyrir við að skoða tekjur hvaðan eru þær að koma, getum við breytt því eða bætt það, svo fyrir við að skoða skuldir og eignir svo fyrir við að skoða að breyta skuldum bæta samninga og hvernig getum við betur verið í skilum og þannig laga fjármálin þannig að verkefnabókin svona byggir upp og við vinnum okkur í gegn en þetta er einhvern veginn svona þetta er út Er þetta hún er skrifuð 2015 allavega það er það sem stendur framan á henni er hún, notar hann í kennslunni eða hvernig? Já og svona dæmum kennslu ég þarna er félagsráðgjafa neymar og þau eru bara eins og við bara alls konar fólk í alls konar stöðu og ég hef mörgur sinnum gegnum all árin fengið þessi komment þegar að fólk er að byrja að vinna bókina þá lætu þau skrifa dagbók til að svona skrifa upplifun hvað er að gerast þegar þú ert að vinna í bókinni til að leyfa þeim að sjá þessa tilfinningar hlið af því að vera að vinna í fjármálunum og það er oft kemur svona, ég þarf ekki á þess að halda ég er í góður stöðu, maður með góða tekjur og en alltaf er loknámskeið þegar ég fæ svona loka færsluna í dagbókunum þá segja þessi nemendur að þau hefur breytt rosa miklu fjármálum þannig að það skiptir engum máli hvort þú ert í fáralega erfiðri stöðu eða bara góðum málum þetta verkefnin breyta að þú ert að horfa hegðun, þú ert að breyta munstri Akkurat og þannig að þetta snýst alltaf það að horfa bara á hegðunum hvert peningurinn að fara viljum við hann farið ángað Akkurat eða hvernig viljum við breyta Akkurat og svo þegar við erum búin að ná stjórn á peningunum okkar misjænt eftir fólki getur tekið mánuð, getur tekið marga mánuði en þá ertu komin í stöðu að þú ert ekki bara að sjá hvert peningur er fer eða stjórna eða þú ert farin að ágóðun er þannig að þú ert farin að þú getur farið að byggja upp sjóði og það getur verið bara alls konar sjóður eins og ferðalög og jólagjafir þannig að þetta snýst ekki bara það bara að eyða engu heldur bara að ákveða sjálfur hvað það er sem að gera við peningarnir gott að hún nefndir þetta ég segi alltaf við eigum að eyða vitleysu við verðum bara skipleggja það bara þegar ég var á mínum bestu fjárhagslegu óreiðu árum og fór í bankan og þar fekk ég eitthvað ráðgjöf og ráðgjöfum var alltaf bara þetta er ekkert mál haugum meginn, þú bara hættir að reykja og hættir að borða nammi og hættir að orða stöðtöð og hættir að gera þetta og borga svo bara allt sem átt afgangsinn tjald upp í Heiðmörk tjald upp í Heiðmörk og borða ber og þá varst í góðum málum 2057 og þá stóði ég bara alltaf upp og sagði bara ekki séns, ég ætla að lifa mínu lífi og það var alltaf tilfinningin að ég vil ekki tapa lífsgæðum mér finnst ég alltaf að vera að tapa lífsgæðum var ekki einhvern tíðan hérna greitt skuldi glata fjö ég elskaði þetta móta mjög lengi af því að mér fannst svo erfitt að borga að láta fram með pening mjög góð sniðugur lánadrottin sem að hefur hann vil safna vöxtum búið til þennan frasa en að við einhvern veginn verðum alltaf að horfa á tilfinninguna hvernig líður okkur ég segi oft öllum námskeiðin segja sögu á Jóni sem á að borga 100 áskall í skuld og hann hefur sambandið bankan sinn og bankin segir við hann bara ekkert maður borga bara 10 skall á mánuði og er búin eftir 10 mánuði og Jón bara horfir á bókaldri sitt og hann segir ef við tekum út stöð 2 þá þá hef ég 10 skall á mánuði og þá fer það bara í bankan þannig að hann hætti bara stöð 2 og borgar bankanum og svo líður mánuðurinn og svo er hann bara á kaffistofan í vinnunni og þá bara Game of Thrones að fara að byrja einu sinni og það er uppáhalds þátturinn hans og hann er ekki með stöð 2 þannig að hann getur ekki verið á kaffistofunni þegar það er að tala um Game of Thrones það er að fara fram og svo fer þetta svona í töðunar á hann að hann er ekki með stöð 2 hann er bara með Kiljuna og einhverja franskar bíómyndir og eitthvað róf en veist svo koma mánaðamót og hann borgar 10 skallina aftur inn á skuldina og svo byrja inn í næsta mánuð og þá er þetta að fara að plaga hann allir að horfa á einhverja skemmtilega bíómyndir og
einhver nýr skemmt þáttur að byrja og hann bara með vikan með Gísla Marteini og eitthvað og svo gefur mánuðið 3 og hann einmitt borgar en þetta ekkert skemmtilegt. Nei. Hann finnur þessu út undan. Já. Þannig í 4. mánuði þá segir hann bara bankanum að fara þangar sem sólin skín ekki og tekur stöð 2 aftur. Ef við horfum á bókhaldið þá var hann búin að standa sig í 3 mánuði og bara allt perfekt í fjármálunum. Hann er að borga niður skuldinni sína en það sem eyðilega allt fyrir honum það var upplifunin að hann skorti einhver lífsgæði. Þannig að í svona tilfelli þá hefði maður tekið, ef hann hefði sagt einhverju frá þessu þá hefði maður tekið samtali bara hvar getum við tekið annan tíu og þá kannski bara ég ætla bara að hætta að reykja og svo kemur ljós að það er bara stór hættulegt að hætta að reykja og skapstór og kargar á nágrannan þannig að við skiptum aftur og hann bara fyrir að borða núðlur í staðinn og svo kemur ljós að hann skilur ekki okkur heimsálfa getur borðað þetta drasl og við skiptum það bara enn einu sinni og hann hætti bara að drekka kók eða nammi og það er bara allt í lagi það virkar og þannig að við erum búin að vera að skoða líðan og áhrif þannig að þú finnur svona sársöka minnstu leiðina og það hef ég verið að gera í námskeiðunum mínum og ráðgjöfuna við erum svona að máta hvað virkar og hvað virkar ekki og af því að við erum eins og að segja fjármálin eins og fingraför það er ekki þetta að segja bara öllum að hætta með einhverja sjónvarpsstöðvar eða símannsinn eða eitthvað við þurfum að skoða og það virkar ekki það nei, af því að við erum svo ólík að eitthvað sem skiptir mig engu máli skiptir þig öllu máli þannig að það þarf að gera tilraunir og það þarf að finna sinn veg og það gerum við öllum fjármálum og þess vegna er svo auðvelt að maður að skoða litlu hlutina að ég get séð strax hvaða matræði maður bara eiga sig og hvaða matræði má ekki sleppa ég get séð hvaða hlutir eru svona langanir og þarfir það er verkefnið sem skráir sko löngun og þörf að kaupa matinn, það er þörf að fá sér shake löngun svo eftir mánuðin þá teljum við saman alla þarfir og langanir ef við næ endum saman flott, ef við næ ekki endum saman strókum út alla langanir og þá er einhver upphæð eftir og ef hún dugar þá getur byrjað að tína tilbaka langanirnar sem mega ekki hverfa en ég var að passa að fara ekki aftur í mínus þannig að eftir mánuðin er ég búin að hjálpa fólki að endurskoða og ekki gleyma sér í löngunum en halda þörfinni og halda einhverjum löngunum samfélagið okkar er ekkert byggt upp svona, þar eru allar langanir presenteraðar fyrir okkur sem bara algjör nauðsyn og það er þetta með þessi sýndargæði og raungæði við þurfum húsnæði en þarf það að vera 400 fermetrar með einhverju fiskabeina parketti eða dýr með nákvæmlega þessi fermetrar verða öll börnin hafa að sitja í herbergi eða það er svona maður bara ekki spila sig eftir samfélaginu heldur eftir sjálfur sér og sínum og svona lífsgæðum og svo er hún líka svo ólík kona mín hún er félagslynd hún er í 12 sömu klúbum og alltaf hitta systur sínar og móður og hún bara svona nærist á þessu meðan ég er svona introvert sem bara kveiki bara national geography og bara það er skiptir engum mál hverju sjónvarpinu það er bara ég hangi yfir því það er bara þægilegt þannig að okkar stefnur í lífsgæðum er ólíkar þannig að við getum ekki okkar fjármál er þannig ekki nákvæmlega eins samt er við búið saman einmitt. Þannig að það er svona það þarf að horfa á hegðanir og viðþorf og langanir fólks til þess að geta almennilega tekið það á fjármálin og oft festist fólk í viðþorfum annara ég man eftir einu sem kom í viðtal og ég tek á mótorum og þetta er svona flottur gaur bara flott árgreiðslu í Sindamann í úlpu og Timberland skóm með nýjan iPhone en þegar við settist niður þá var hann bara svona 2 mínútur í gjaldþrot en hann kaupi sér álit annara Sindamann í úlpan, Timberland skónir iPhone-in, árgreiðslan ekkert bendir til þess að hann sé bara
hann eigi engan séns. Nei. Þannig að við eigum svo auðvelt með að fara út í hann sér kannski fyrir sér þessi einstaklingur ef að hann bara allt í einu komin í eitthvað sem hann keypti í Rauða krossinum og búin að selja bílinn sinn og komið takkasíma þá álitið á honum annað. Við erum svo föst í þessu neysluhyggju. Og það kannski fyrst og fremst hans álitið á sjálfum sér eða hvað sem að... Já, eða sjálfstraustið mitt, já. Að ég hef alveg verið á þessum stað að útlitið skipti máli en svo einmitt svona þekkt í þessum fræðum að það ekki þeir sem að berst mest á og þeir sem eiga einmitt stærsta embýlishúsið í dýrustu hverfunum og dýrustu bílana og flest skópurinn, það ekki fólki sem raunverulega á peninga. Nei, það talaði að þessi kurva, hvenær peningar veiti hamingju. Já, hún hætti mjög snemma. Það talaði sko, í þessum fræðum sem ég stúdar að þegar þú ferð úr fátækt þar sem þú skortir yfir í að lifa eðlilegu lífi þar stærsta hækkunin á hamingju eftir það hún bara sára lítill og eftir því sem voru ríkari það reynslan Bandaríkjunum Ted Clons held ég frekar en Brad Clons var að rannsaka þetta að kvíði eykst eftir því sem voru ríkari áhyggjur og því bara peningarna þeirra hverfi í verðbólgu og þetta orðið sko, þetta getur orðið þetta svona söfnunar árátta í raun og veru með mörgum tilfellum, maður getur ímyndið sér að margir einstaklingar í samfélaginu þjáast söfnunar áráttu og þeir bara fá aldrei nóg, þeir aldrei öryggir og svo þegar maður kannski tekur samtal, ég hef átt samtal við svona ríkt fólk og þar sem sagt peningar mun aldrei bjarga þeim vegna þess að skorturinn kemur annar staðar frá en lífsgæðin og þetta að kaupa sér vellaun og koma sér einhvern veginn fyrir það heldur með floti en þau kannski taka aldrei til í fortíðinni eða sálinni. Peningar eru svona það sem á lögfræðsku við köllum nauðsynlegt en ekki nægjanlegt. Já, ég veit og ef þið skortir eitthvað tilfinningarlega og ég held að maður kaupir ekki knús það þetta að móka selum í það bál mjög lengi ég ég held að ógeðslega margir þurfi bara knús og að fá að sitja í þögn með einhverjum og tilheyra frekar en að vinnufíklar þeir eru þessari stöðu að þeir þeir eru að flýja eitthvað og vinnan veitir þeim einhverju uppfyllingu en svo bara brenna þeir yfir og sofi einhver sólarhringa og svo eina sem kemur ganga aftur það að fara út að vinna og þetta svona við festumst, þetta fíkn algjörlega, maður festist einhver staðar og við erum að leita lífsgæðum og það svo auðvitað að kaupa lífsgæði en sum lífsgæði eru bara algjörlega ókeypis og ég alltaf benda fólki á bara náttúrulega vímu fara bara út á vinna leggjast í snjóin og horfa á stjörnurnar fór út að labba með hundin eða hlaupa, horfa á sólarlegið og fara á kaffhús og segja brandara og maður getur að fara á kaffhús og fengið sér vasklas og fer heima á þessu eða krónu en ég er samt búin að hitta alla vini mína en þetta er þessi lífsgæði, þessi skiptamáli það voru mikilvæg. Hefurðu fundið einhverja svona hvað maður að segja ekki formúlu eða uppskrift, ég held að það sé ekki til en svona hvernig fólk getur átt í svona heilbrigðara sambandi við peninga og sínar tilfinningar gagnvart peningum hvar liggur þetta? Mér heyrist þú tala við sko tugi ef ekki hundruði eða þúsundi peninga og fjármálið þeirra og tilfinningar hvað var það peningana hefur þú séð einhvers staðar bara svona hvenær þetta varð eðlilegt hjá fólki? Já, sko það þegar þú finnur þetta jafnvægi, þetta öryggi þetta er svona við erum að mæla fjármálin eða fjármála meðferðin mín hún er svona mælt að þrenna við og það er svona þessi staða sem við erum í þá erum við að horfa á bókhaldið og hver skuldastaðan eða eignastaðan og hvert er markmið okkar og svoleiðis síðan erum við að horfa á
hvert úthaldið okkar. Roy Baumeister talaði sjálfstjórn Já. og það sé svona eins og vöðvakraftur og fólk finnur það alveg að þegar maður þreyttur þá hefur maður ekki svona úthald til að vera kannski í kringum fólk. Nei, og þegar maður búin að erfið dagur í vinnunni þá kemur maður heim og þá upplifar maður að börnin séu alveg ómöguleg kötturinn meiri segja og kötturinn getur allt verið töðunar á manni en það er vegna þess að maður er bara búin að klára þessa sjálfstjórn. Maður hefur ekki orku í að halda jafnvægi og ég held að þegar þú nærð þessu að annarkvæmt stjórna á þessu eða að læra að bakka þegar þú hefur ekki sjálfstjórn þá ertu bara að ná ansið langt og vera bara opinn með það hreinskilin og heiðarlega. Ég segi alltaf öllum námskeifunum mínum þá segja það eru svona mannréttindi að fá stíg út úr aðstæðum. Já. Og besta leiðin til að flýja aðstæður er að bara þykjast þurfa að kúka þetta er svona alþjóðlegt svona verkefni sem allir vita hvernig þið fer fram og maður fær að vera í friði við það og maður er kannski erfið aðstæður fríkart hérna. Já, algjörlega og bara þykjast þurfa að fara á klósettið setjast niður og fara bara í Sudoku eða skoða fréttir eða Facebook eða eitthvað og bara ná andanum og koma svo aftur inn í aðstæður eða bara taka bara þessu afstöðu þetta er ekki fyrir mig núna, ég handla ekki og svo bara afsaka sig og fara og maður getur gert þetta hvar sem maður getur gert þetta í bankanum þegar maður er að semja og ég oft bara leiðbunni fólki að þegar það fer fyrsta ferð í bankan er ekki til að semja það er bara að fá upplýsingar og fara svo bara heim og fá svo bara te og keks og horfa á upplýsingarnar og ef þetta er ennþá ruglað þá bara hæla þetta með gulu, ég skil þetta ekki fara aftur og fá leiðbenningar og fara svo bara aftur heim og það er ekkert sem bannar að fara 20 sinnum vegna þess að þú ert í samskipt en þessi útibú eru bara og þú ert alltaf í samskipt þú ert að vinna í málunum og það er nákvæmlega það sem þarf það er að vera að maður á ekki að vera skuldlaus maður á að vera í skilum akkurat og að semja við einhvern ég get ekki borga núna, ég skal borga þér eftir mánuð þá er ég komin í skil og það er mikilvægt það er skilningur ykkar á milli að þetta verður gert seinna og það er að setja sig í jafnvægi en við erum svo oft föstið í að hamingjan kemur þegar við erum bara að borga alla skuldirnar en hamingjan kemur þegar við erum í skilum og stundum þarf bara að semja vanskil og segja bara ég get ekki borga núna og ég þarf að finna nýja leiðir og fá bara skilning á því og samþykki eða hagraði fjármálum og geta staðið í skilum. Þarftu þá ekki að breyta lénuðinu? Já, Getur þú verið skuldlaus.is með þennan boðskap? Já, það verður þá ekki bara skilvís.is? Skilvís, er það ekki ég get ekki sagt að ég er bara skuldlaus við við fólk af því að ég skuldaði þeim ekki ég er í skilum ef ég skil þig ég sem afborganir á bílnum mínum þá skuldaði ég ekkert ef ég er að standa samningum þannig að ef ég borga mánuð eftir mánuð þá er ég alltaf í skilum og þá er ég aldrei skuldlaus af því ég er búin að semja þessar greiðslur þannig að tæknilega er ég skuldlaus ef ég er í skilum þannig að ég ætla ekki að breyta léninu Nei ok það var gott. Ég er kannski 2 bara en svo við víkjum aftur að bókinniðinni það eru í henni svona leiðbeiningar og ráð það hvernig maður á að hætta að eiga ekkert og fara að eignast eitthvað með því að spara einmitt það sko ferli er það að við byrjum að skoða útgjöldin og svo byrjum að ná tökum á útgjöldunum með því að fara að sjá hvar við erum með og hverju við viljum með stjórnarpenningunum og eitt af verkefnunum er að spara 2500 kall á viku og með því að sleppa vöru eða þjónustu og geyma peningin og þá hefur fólk bara alla vikuna til að velja eitthvað og það er kannski bara eitthvað til að kaupa ekki að gera bara eitthvað samloka í hádeginu og sleppa henni þá komið 500 kall og svo kolli í heila viku þá náður í 2500 kall
sem peningur sem er atvinnulaus og svo vinnum við þetta í gegnum mánuðin, þannig að eftir 4 vikur ertu komið með 10.000 krónur og þá er orðið val hvað ætlar að gera við peningin. Já. Oft þurfum við að setja hann inn til að ná niður einhverjum svona erfiðum skuldum eða svona brýnum málum, en ég vil alltaf að fólk sko geymi pening í svona eins og neyðarsjóð. Akkurat. Byrja að safna í neyðarsjóð og það er alltaf svona fyrsti sparnaðurinn er neyðarsjóður. Svo er líka hægt að tala með því að vera að borga niður skuldir, svona skammtíma skuldir, það er ákveðin sparnaður því að þegar leiður búin með skuldina þá getur við farið að þá eigum við afborganirnar og háir vextir á svona og losnuðu vexti. En neyðarsjóður er alltaf mikilvægur og ég man eftir því að ég var búin að vera að byggja upp neyðarsjóð hægt og bítandi og þetta var bara svona, maður var alltaf að henda bara svona 5.000 skall og 5.000 skall í og síðan var ég komið með svona sjálfvirti í heimabankanum. Hann dregur alltaf bara pening og það er svo þægilegt fyrir svona vittlsingar sem mig að ef að bankin gerir þetta fyrir mig þegar ég fá útborgað þá sé ég það ekki og þá er þessi peningur ekki til og ég bara eyði peningum og ég fatt ekkert að fór 10 skall í sparnað. Þannig að neyðarsjóðurinn minn hann var svona smátt að byggja sig og svo gerðist það í dagina eitt góðan laugardag að það reynilega kviknaði þvottavélin hjá okkur og ég þurfti bara, ég dró hana út, hún var ennþá í gangi og allt ég var svo stressaður að koma út úr húsi að ég rúlaði hann út í garð og svo stóði bara með garðslöng og draf í henni en ég fór svo bara strax bara á mándegi og við gáttum keypt aðra bara stakreitt með neyðarsjóður og það sem gerðist þarna var að af því átti neyðarsjóð þá hafði þessi þvottalegu bruni engin áhrif á dagleg fjármál. Nei, og engin áhrif á tilfinningarnar heldur. Nei, og svo bara hélt ég áfram að safna með neyðarsjóð og svo þegar neyðarsjóðurinn orðin ákveði mikið, við segjum oft við með 3 mánuðir af svona þessum húsnæðis útgjöldum. Já, reglulegum útgjöldum. Regluleg húsnæðis útgjöld vegna þess að þá getur í 3 mánuði greitt af annarkvæmt leigu eða borganir og svona hitt og rafmagn og allt sem tengist húsnæði, þannig að alltaf með öruggt húsnæði. Það er svona fyrsti neyðarsjóður. Svo getur við að fara að byggja upp og svo byrjum við alltaf rólega og mér er svo skemmtilegt að geta sagt sko, mér finnst pening að vera svona félagsvera. Já. Að þegar þú byrjar að safna þá einhvern veginn þá bara kallaðir á fleiri meira, sko. Og ég held að líka sé líka svo það að byrja að spara og það er valdeflandi, sérstaklega fyrir einhvern sem hefur aldrei sparað. Ég get alveg sagt bara sögja sjálfur mér að þegar ég byrjaði að taka til í mínum fjármálum þá fór ég að sjá peninga. Ég fann tíkalla á göttu sem ég sá aldrei áður. Þannig að þetta er svona eins og viðþorfið þegar maður er að fara að kaupa sér nýjan bíl og allt henni fyllist Reykjavík af þessari ákveðnu bíltegund. En það er að því að við erum búin að færa viðþorfið. Mindsetið er komið annað. Þannig að leið að við erum farin að setja viðþorfið yfir í eiga sparnað þó að sé bara pínu lítið. Þá erum við lögast það. Og svo kannski svona leiðir einmitt til að spara, það er að byrja alltaf á að áður en að ég borga allt að borga sjálfum mér sparnaðin. Byrja þar, leggja sparnaðin inn á okkur bók, svo borga ég reikningana vegna þess að það er sálrænt að þegar ég er búin að borga alla reikninga og horfa á það sem ég á eftir fyrir mánuðin og ef ég er fjárhagslega illa staddur þá sleppi ég að spara. Og svo það er fyrst til að fara. Já, svo borgar sig ekki að spara of mikið eins og til dæmis ef við förum að þannig að það hafa áhrif á þarfirnar okkar vegna þess að þá er bara konið 4. viku og orðin blankur og þá er fann að geta sparnaðin upp og nýtt. Þannig að maður þarf að finna út, byrja að freka bara rólega og síðan stækka sparnaðin. Og þá frekar ég að hafa bara fasta fjárhæð sem þú getur alltaf staðið við og bæta við ef þú ert þannig stemdur. Það er einmitt þessi það voru 10% sem að var í biblíunni sko. Ég held að það sé hreinlega bara fín hugmynd. Já, það við tölum 20%, tvöföld biblía. Já, en 10% er góð byrjun og svo kemst þetta bara í vana og svo einmitt þegar að fólk er að fylgja þessari leið að skrá útgjöldin. Eftir 1 mánuð það áttu upplýsingar hvaða kostar að vera þú í 30 dag. Já, akkurat. Og þá getur þetta tekið ákvörðinu
ég ætla að endurtaka hennar mánuð á sömu forsendum Mhm. og þá get ég búið til fjárhagsáætlun. Já, Ég strax kom með upplýsingar þannig er eitthvað fyrirtæki Já. svona og þá er ég búin að taka tilfinningar út úr fjármálunum, þá er ég komið fjárhagsáætlun Mhm. og svo endurteki, ég get verið með umslagakerfi, ég get ákveðið að hafa bara ákveðið upp að viku byggt á síðasta mánuði Já. og síðan svo held ég áfram að skrá útgjöld, svo koma mánaðamót og þá er ég komin í þessa stöðu að ég get séð ok, þessi 2 mánuði voru eins eða það er einhver munur, Mhm. hver er hann og tek síðan nýja áætlun og þannig er maður bara mánuðið 3 að byrja og maður er nánast komið fulla stjórn Mhm. en þetta krefst þess að maður þarf að fylgjast með fjármálum, Mhm. ekki vera hræddur við að opna heimabankan og þóra að skrá og skrá allt þegar ég var að skrá þá var ég ekkert alltaf að skrá nammi og svona en það er náttúrulega bara villsa þegar þá átti ég ekki efna nammi næsta mánuði eftir þannig að það varð að vera og ég var að stelast til að reykja þetta er eiginlega kjánulega sem ég hef gert á æfinni, það er að þykjast að reykja ekki því að það er engin leið að fela mjög að erfitt, reykja mjög erfitt maður bara lyktar Já. en það er einmitt þetta bara vera raunsæ að búa til upplýsingar 1 mánuð ekki giska á ég prófaði þetta eins og niður giska hvað ég myndi borðið í 1 mánuð Mhm. búin að vera að kenna þetta í mörg ár og ég var gjörsanlega út af þykju já, ég vann mat alveg svakalega þannig að það er bara mjög gott plan bara skrá niður 1 mánuð bara fyrir alla fjölskyldina eða alla sem eru til hluta þínu fjármálum Mhm. og taka svo ákvörðun að endur taka þetta eða breyta einhverju, taka annan mánuð og horfa á það og gera svona í nokkra mánuði og þetta tekur örgulega einhverja mánuði að fínpúsa flotta fjárhagsáætlun Mhm. en þá gætur við verið koma með bara geggja flotta Excel-skjal og farum bara að vinna eins og einhver stór banki Já. og þá eru fjármálunni jafnvægi og við erum farin að velja hvernig við nýtum síðan við sjáum hvað við erum að eyða til dæmis bara afþreying á mánuði þá getur við sagt bara nú á ég er alltaf að eyða 20 skall á mánuði í eitthvað vitleysu og þá er það bara orðið vitleysingarpenningurinn Mhm. sem að þú getur nýtt bara veist af Já. Þegar ég er fáið í fjármálum þá á ég ekkert svona plan, Nei. ég bara eyði alls konar og svo lendi ég vandræðum. en þannig ertu búin að taka fjármálin af tilfinningarlevelinu Já. og svolítið yfir á svona í heilan Já, bara þetta er eins og fjármál eru bara reikningsdæmi, Mhm. þetta er bara rökhugsun sem þarf í fjármál en þegar ég er í ójafnvægi þá bara gefið skíti í þessu rökhugsun Já. og er ekki raunsær og læt tilfinningun að ráða og ég fer songur í búðina og þá kaupi ég pottet kassa á hraunbitum Mhm. af því að það er bara það er það sem þú vilt ég bara elska hraunbita nákvæmlega þá Já, en ef ég er í planinu mínu þá fara hraunbitar ekki í innkaupakarfuna nema föstudag. akkurat Það er hraunbitadagur. það er raunbytadagur hefur ég talað um þetta sko, mér finnst eins og ég eigi auðvildara með að hafa heimil á sjálfum mér þegar ég vesla heima hjá mér upp í sófa í gegnum app Já, í gegnum svona Já. app hjá matvælaverslurum ég held það er miklu auðvildara Já, ég held það geti verið sko, tengt þessu komfortzóni og veist, að það er ekki komfortzón fyrir neitt held ég að vera songur í bónus klukkan 5 og maður að telja upp bara svona bara svona auka álag ég er songur eftir vinnudag eftir erfiðan vinnudag ég kannski með börnin með mig líka og svo getur verslunum verið stúdfull og túristum og það er eitthvað tónlist sem ég fíla ekki og kannski er blöytt úti já, það er leiðandi veður ég er kannski ekki vanur þessari verslun þannig ég þarf að leita og það er komið bara 7 auka punta sem álag sem hjálpa mér alls ekki að vera raunsær og svona rökréttur þannig að maður getur farið með bara innkaupalista og passa bara kaupa bara það sem er innkaupalistanum og þá er maður í góða máli og þá getur maður farið í hvaða ástandi sem er hágrátnandi og allt sko. En að því gefur maður haldið sér við hann maður þarf að halda sér við það er það sem ég finnst svo þægilegt og svo auðvilt þegar maður situr bara upp í sófa eða hvað bara hérna, já ég ætla að fá 2 pakka þessu og eina mjólk og hérna mér langar í keks, ég ætla ekki að kaupa keks það er bara að því ég ræði það núna þannig að það er mörguleiti það
Ég kann alveg rosalega vel við þessar tæknibreitingar sem hafa orðið. Já. Og að Þú er verslan... náttúrulega með takkasíma, þú voru aldrei séð Nei, já, það er rétt. Ég sé auglýsingu. Já, en sé maður bara á netinu og maður getur gert verðsamanburð. Já. Og það sem ég komst að í einu appinu, sko, ef þú ert með eitthvað í körfunniðinu sem þú nota venjulega, þá ertu látið vita að verið breytist. Já, þannig að og það er rosalega mikil svona, mér finnst neytendavakningin eða svona fyrirtæki, verslanir margar, er að koma mjög vel á móts við kúnnan. Það er mjög jákvæmt. Og er alveg að hjálpa að mörguleiti. Sem er, ég held að sé bara með þessi vitundavakning býður það mikið upp á annað, þeir verða bara vondikallinn þegar það er vitundavakning og ég held að þessi bæði, sko, það er að verða vitundavakning út af umhverfis- og loftslagsmálum. Við viljum ekki, við viljum ekki sóun, við ætlum ekki að eyða svona miklu í drasl og við viljum ekki svona mikið drasl, en svo held ég, svo ég tek undir með þér sem þú sagðir hérna í upphafi að það er að verða að einhverju leyti vitundavakning í fjármálum. Fólk er að horfa meira á peningana sína og það er svona, já, ég vona það verði sífellt meira og meira í tísku að vera með þetta, hvað þetta varðar. Já. Ég veit ekki hvað maður á að segja, bara fólk er bara viðurkenna ef það er fáið í fjármálum, sko. Það er fyrsta skrefið. Þú kemst ekkert ef þú gerir það ekki. Nei, vegna þess að geta af því að þá ertu strax búin að opna fyrir að fá bjargir. Já. Þá ertu ekki lengur einn eða einhvers staðar með þínar erfiðleika og óþægindi. Það bara getur sagt upp að bara sorry, ég er fáið í fjármálum, kannski býja bara til merki, svona barnmerki. Og þá er búin að opna og af því að það er vitundavakning þá er maður ekki stimplaður. Nei, maður fær ekki annað stimpil að vera sko, og það sem er, þú ert ekki einn. Nei, ég held meira að segja að svo bara er áttamáði núna að sko, þeir sem eru að fá á þessi stimpilin sem óreiði fólk í fjármálum, það er svona superríkt fólk sem að maður sér að bara veit ekki verið svona tal og það er að svíkja og það er að fela og það er að fara sko. Já, og það eru líka sko, fólk sem verður alveg svona brjálæðislega ríkt eins og sko, íþróttamenn til dæmis og kannski minnamæli leikarar en manni finnst þess að sko, eins og íþróttamenn, fólk sem er með sko árstekjur venjulegs launamanns í vikulaun að því tekst fyrir eitthvað kraftaverk að eyða þeim peningum öllum á ferlinum á meðan einhver sko lúði eins og ég sem hugsa svona ok, ef maður hefði þessar tekjur bara í korter þá væri maður bara góður fyrir lífstíð. Þetta hefur verið rannsakað hvernig það voru svona lottóvinning sem hafa verið Breitlandi einn saga sem mann eftir að svona ruslakalli sem vann einhverju 20 miljónar punda fáránlegt sem hann vann sko. Það er alveg svona peningar sem myndu sjást inn í ríkissjóði. Þetta er það stóra fyrir. Já, það var ótrúlega eitthvað sem hann vann. Ég held að hann skrifa bókum þetta, ég manna ekki. En hann bara tók stökkja og lifði hátt, keypti sér íbúð og svo held hann partí og íbúðum var rúst og keypti hann bara aðra og kom með bíla og svona, hann fór bara, gekk alla leið og ég man eftir ég man ekki allar þessu sögur og allt sem hann gerði en ég man í lokin þá talaði hann að þegar hann var búin að tapa öllu og komin í skuldir ótrúlega skuldir þá fekk hann aftur vinnu sem ruslakall og hann talaði hvað hann var ánægður að vera komin aftur í Rusland af því að hann fekk aldrei kennslu í þeirri hegðun að vera ríkur einstaklingur. Nei. Hann kunni að vera fátækur og fá velun en hann kunni ekki eiga allar þessu peninga hann kunni eyða þeim þannig að þetta snýst rosalega mikið einmitt í hvað aðstæðum er þetta viðvarandi eða er þetta bara stutt ástand mindseti var ennþá mindset þess sem hafði ekki nóg á milli handana og þetta er, ég sagt þetta áður sko, og mér finnst svo ósanngjarnt hvernig við komum út í lífið sérstaklega eftir að hafa verið í námi þú kemur úr námi hafandi haft í rauninni voðalega litla tekjur og svo loksins þegar þú ferð að vinna við það sem þú vonandi það sem þú lærið þér þá hefur þú tekjur en þú hefur ekki sko færnina og hæfnina og þekkinguna ok, heyrðu, nú er ég með tekjur ég ætla, og þegar þú ert í námi þá eru peningar bara mjög svona fágætt vara sem hverfa það verður aldrei neitt eftir þannig að þegar þú kemur inn á vinnumarkað þá ertu ennþá með það viðhorf til peninga þó svo þú eigi miklu meira þannig að þeir bara hverfa þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum bara svona smátt færa bara inn í mitt grunnskólana að það er að kenna þeim svona
þessa fjárhagslegu færni. Já. Þú veist, ekki bara að lesa hvað eru vextir og verðbætur og Já. allt þetta, heldur bara að kunna hreinlega bregðast að aðstæðum fjárhagslega. Já. Hvað gerir við lottavinningi? Já. Og líka svona flétta þetta inn í sko þann stað sem þú ert á í lífinu. Það gagnast sko, einhver sem er 16 ára, hann hefur ekkert við það að gera að vita hvernig sko hann endurfjármagna húsnæðislán. Það er alltaf í það við komum til. Það hefur engan tilgang á þeim tímum. Það þarf að svona veruleika tengja þetta. En það þarf að kenna fólki, sko, ég hef oft sko lýst þessu sko þessar efnahagssveiflur í samfélaginu sem eru svona talað þessi 10 ára fresti, svona þenslur og hérna samdrættir. Já. Að ég sé þá á einu mánuði hjá einstaklingi sem á lítinn pening að það þensla fyrstu vikunum og svo kemur kreppan og svo kemur aftur útborgunardagur og það er svona sveiflast og ef við kennum krökkum að sveiflast ekki þá er það bara góð mál alveg saman hvað aðstæðan þau eru þá kunna þau að takast á við sveiflur og kreppur og þenslur þannig að svona, það ætti að vera, finnst mér grunnstefið í að kenna fjárhagslega hegðun, ekki kenna þeim einhver einstak orð eða einstakar aðstæður, þetta er bara svona heildarsýn hvar ertu á réttum stað fjárhagslega. Þetta er bæði færni en þetta er líka eins og þeir eru svo týrættum, það er verið að kenna fólki á tilfinningarnar. Já. Og þegar að ég er sko með þessa færni þá ætti ég að lifa af einmitt bara í bæði gleð og sorg sko. Ef ég á neyðarsjóð sem heitir bara nú er Haukur pirraður sjóður og þá getur bara farið elko og keypt mér eitthvað drast og það skaðar ekki fjármálum. Nei, einmitt. Það er besta stað. Já, þá ertu búin að sjá fyrir sko, hvernig þú mynd vera. Já. Lengi átti ég ekki svona sjóð og fekk að sofa á sofanum fyrir það. Sko. Hvenær keyptir þú nýjan og góð sofa? Við erum svona reglulega að eins og allir Íslendingar held ég sofar verða leiðinlegir og þurfa að fá nýtt líf en þessi sofi sem ég sá í hann er löngu farin ég ætla ekki að segja ég sakna hans en það er svona, það er rétt að taka það fram sko, þú og konaðinn sem voru með var á 2009 það hérna algjörlega ég er ennþá hamingjusamur ástangin og við erum 3 frábæra stráka og hérna en þetta hefur verið ferðalag og það er einhvern veginn að þetta ferðalag hefur bara kennt mér að við erum mannleg og við getum ekki verið Excel-skjal við sem mannverur getum ekki verið svona klift og skorin og perfekt í fjármálum. Nei, Excel-skjal gerir ekki ráð þeirri viljastyrk. Nei, algjörlega og Excel-skjalið skilur ekki sorg eða gleði, það er bara einhvern veginn, kompjútar ekki skilur bara sama sem hérna. En við stígum út úr Excel-skjalinu þegar við erum sorgmenn eða þegar við erum glöð og það er bara það einmitt sem við þurfum að læra að takast á og eiga ráð við hvort það er neyðarsjóður eða bara gleði og sorgarsjóður eða og ekki fara þegar maður finnur ójafnvægi að reyna að eiga verkfærin til að komast í jafnvægi aftur eða er hreinlega bara fá að vera ójafnvægi og annar tekur við á meðan til þess eru makar og vinir og fjölskylda að þegar maður er að upplifa sorg og getur ekki tekist á við eðlileg útgjöld og okkur kemur þá ekki bara einhver annar að hjálpa mér það er þetta tabú sem þurfum að losna við sko. Og til þess eru við hér nákvæmlega þinn svona þinn lærdómsferill í þessu er svona frá 2009 og kannski ekkur aðeins fyrir í þessu við erum hér 12 árum síðar eða svo hvernig er næsta lota þetta hittist á við bara efnahagsveifluna ég veit takk til efnahagsveifluna næsta lota hjá mér hvernig heldur þú verður að svara þessari spurningu neitandi heldur þú sér búin að læra þetta allt saman heldur þú kunnir allt sem þú þarft að kunna nei. Langt í frá þessu betferðar er ekki búin að læra þetta allt en ég er að byggja upp svona kennsluvef inn á skuldlags.is og er búin að vera að testa núna með fullt af fólki og búin að finna fullt af gallum sem við ætla að lagfæra og mig dreymir að sko að það sé bara opið fyrir fólk þessi grunnstef
hjálpa fólki að taka fyrstu skrefin það farið með mig bara eitthvað ferðalagi 5 vikur bara online og ég vil einhvern veginn bara komast þannig upp að ég þurfi ekki að vera ráðgjafi heldur bara svona þetta leiðbeinandi sjálfshjálp það næsta skref að búa til svona sjálfshjálpa kerfi hjálpa fólki til sjálfshjálpar fólki frjálst að kaupa bókina og handskrifa í hana sem ég finnst alltaf skemmtilegasta lausnin þegar bara að læra mér finnst upp og bara vídeo eða bara hljóð ekki duga það er einhver tengsl frá fingrum upp í heila sem eru mikilvæg þannig að vera með dagbók að vera með vinnubók mér finnst það skipta máli fyrstu metrana fyrstu mánuðina en það er það þessi sjálfshjálp og einmitt bara þessi skemmtilega vinnunda vakning ykkar að losna við þetta tabú fjármálur bara verkfæri og það er engin að fela það hvernig síma hann á og það er svo mörg verkfæri sem við eigum sem við bara skömmumst okkar ekkert fyrir en við skömmumst okkar fyrir þetta verkfæri samt er þetta mikilvægast verkfæri held ég alltaf á nota hverjum degi þannig að ég er mjög þakkláttur fyrir þetta verkefni ykkar Já, það er bara virkilega ánægilegt að í því höfum við svona rekist á með fólk sem að er líka á þessari sömu vegferð þannig að það er bara eiginlega takk sömu leiði sko. Já, ég held að það sé fullt af fólki með frábæra sögur og sem eru leiðbeinandi eins og varst að segja upp að auglýsa eftir fólki sem að er í erfiðleikum og tilbúið að taka þessi erfiðu skref og deila sína reynslunni það væri rosalega gaman og það er svona lykil moment fyrir svo marga að heyra og ég er ekki einn nú er ég að hlusta á fólk taka skrefin sem mér langar að taka og svo heyri ég hvernig það gengur og þá er ég tilbúin að taka þessi skref líka og þetta er það sem við þurfum bara að halda áfram með það er bara, ég fái þetta í fjármálum og ég er glaður að segja söguna mína Hefur ekki að láta þetta vera lokaorðin hjá okkur í dag Takk kærlega fyrir komuna Haukur ég hvet hlustendur alla til að kíkja á vefinn skuldlaust.is það er mjög áhugavert og skemmtilegt efni þar sem er bara mjög gagnlegt fyrir fólk í þessum málum Takk fyrir það Og ef þú, kæri hlustandi, hafðir ánægju eða gagn af þessu spjalli þá máttu endilega benda vinuðinum og fjölskyldu á að hlusta á leitina að peningunum og einnig ef þú lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál eða vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitin að peningum Takk fyrir að hlusta